Annað mál á dagskrá sem umræða samstarfsverkefni átak gegn heimilisofbeldi, saman gegn ofbeldi. Og þá umræðu hefur borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, heimilisofbeldi ekki persónulegur harmleikur. Heimilisofbeldi byggir ekki á stökum uppákomum og það ekki óheppni einstaklinga. Heimilisofbeldi bitnar auðvitað á einstaklingum, það bitnar á einstaklingum á öllum kynjum, en það fyrst og fremst samfélagslegt mein. Heimilisofbeldi kynbundið ofbeldi sem aftur ljótasta birtingamynd kynjamisréttisins. Heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi almennt krefst þess að við skoðum samfélagið og það valdakerfi sem samfélagið byggir á. Og hér höldum við áfram að ræða feðraveldi og kynjakerfi og feminisma og aðgerðir. Heimilisofbeldi afleiðing af þeirri ofureinföldu mynd sem ég dró upp í ræðu minni aðgerðaráætlun í jafnréttismálum hér áðan. Það snýst að þetta í rauninni afleiðing af valdastrúktúr þar sem að kallar yfirskipaðir og konur undirskipaðar. Ég ítreka, ekki allir kallar yfirskipaðir og ekki allar konur undirskipaðar og það sama má segja og þarf að segja ofbeldið að kynbundið, þó að hér sé kynbundið viðfangsefni að ræða, að þá það ekki alltaf kallar sem að beita ofbeldinu og það ekki alltaf konur sem að verða fyrir því, en þetta kynbundið mynstur engu að síður og til þess að nálgast verkefnið og uppræta það, þá verðum við að líta á það út frá kynjaðri hugmyndafræði. Þó svo að við verðum að vera horfast algjörlega í augu við það að kallar verða líka fyrir ofbeldi og konur beita líka ofbeldi. Með því að uppræta orsök vandans, þessar ofureinfölduðu staðalmyndir sem að skaða okkur öll og hlutverkin sem við erum alltaf að ætla hverju öðru, með því að auka á gagnrýna hugsun og með því að taka á öllum öðrum birtingamyndum feðraveldisins, að þá getum við útrýmt kynjuðu ofbeldi, hvernig sem að því beitt og af hverjum sem að það beitt. Kynbundið ofbeldi á sér stað í samfélagi þar sem að helmingnum kennt að vera eftirlátssamur og mjúkur og hinum helmingnum kennt að vera harður og krefjandi. Það hlýtur að segja sig sjálft að þegar harður og krefjandi strákur mætir stelpu sem eftirlátssöm og mjúk, að þá samskiptin ekkert sérstaklega jöfn. Og auðvitað ég hér að draga upp ofureinfaldaðar staðalmyndir, en þær engu að síður til og við að ala þær upp. Ég trúi því að við getum upprætt og útrýmt kynbundnu ofbeldi. Ég neita að láta segja mér að ofbeldi sé sjálfsagður eða eðlilegur hluti af samfélagi manna og ég neita að tala að sporna gegn eða stuðla að þegar kemur að ofbeldi. Ofbeldi slíkur skaðvaldur að við hljótum að geta sammælst að losa okkur við það, að hætta að beita ofbeldi. Og þá erum við komin á umræðuefni dagsins, samstarfsverkefni borgarinnar og lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu sem hefur það að markmiði að tryggja öryggi borgaranna inn á heimilum sínum að útrýma heimilisofbeldi. Verkefnið svo sem lítið og afmarkað. Það snýst bara heimilisofbeldi sem bara hluti af því kynbundna ofbeldi sem viðgengst í samfélaginu, en það mjög mikilvægt og matið sýnir að það árangursríkt á mjög mörgum sviðum og það greinilegt að við þurfum að halda áfram. Forseti, þetta verkefni hófst þann 12. janúar 2015, fyrir rúmum 10 mánuðum síðan, og það byggði á því að félagsþjónusta og barnavernd Reykjavíkurborgar og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ynnu saman að bættu verklagi þegar kemur að meðferð heimilisofbeldismála. Verkefnið var byggt á fyrirmynd af Suðurnesjunum sem hafði gefið góða raun og var aðlagað að aðstæðum og umfangi hér í Reykjavík. Þetta verkefni byggði á sameiginlegum markmiðum borgar og lögreglu sem voru eftirfarandi: að tryggja öryggi borgara á heimilum sínum, að veita þolendum og gerendum heimilisofbeldis betri þjónustu, að efla traust þolenda og eftir atvikum gerenda á því að stjórnvöld muni veita aðstoð við að binda endi á ofbeldið, að auka samráð og samvinnu aðila sem að vinna við málaflokkinn, að efla og samræma úrvinnslu mála, að bæta tölfræði upplýsingar ofbeldi, að bæta þjónustu við konur af erlendum uppruna sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi, að bæta stöðu barna sem búa við ofbeldi,
að bæta þjónustu við konur af erlendum uppruna sem hafa orðið fyrir ofbeldi, að bæta stöðu barna sem að búa við ofbeldi, að bæta þjónustu við fatlaðar konur sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og að auka þekkingu á málaflokknum og hvetja til opinberrar umræðu það samfélagsmein sem heimilisofbeldi er. Sum sé, verkefnið byggir á metnaðarfullum markmiðum sem lúta að því að tryggja öryggi, auka umræðu og þekkingu og bæta verklag og verkferla í hvívetna. Áfangamatið sem nú liggur fyrir fyrst og fremst vandað og ég vil þakka þeim sem að stóðu að þessum mati sérstaklega fyrir mjög vandað og gott mat sem að mun nýtast okkur í framhaldinu. Það sýnir líka að árangurinn talsverður, matið að langflestu leyti jákvætt. Það sýnir að verkefnið hefur í grunninn gengið vel en bendir jafnframt á leiðir til úrbóta og á því sem að betur að fara. Tölfræðin sem að kemur fram í skýrslunni eða í matinu mjög sláandi. Hún sýnir í raun og veru þrennt. Hún sýnir það að umfangið svakalegt. Við erum bara að horfa á heimilisofbeldi sem að lögreglan þarf að grípa inn í. Bara heimilisofbeldi, ekki aðrar tegundir ofbeldi, þetta bara inn á heimilum, en það þannig að lögreglan fer inn á heimili á hverjum einasta degi til þess að hafa afskipti af ofbeldismálum. Á hverjum einasta degi þarf að hringja í lögreglu út af heimilisofbeldum einhvers staðar í Reykjavík og það bara í Reykjavík. Verkefnið virðist, annað sem að þetta sýnir að verkefnið virðist auka traust gagnvart hinu opinbera vegna þess að það leitað til yfirvalda í ríkari mæli og hið opinbera virðist vera að taka verkefninu alvarlegar enda sjáum við að skráningin betri og svo virðist sem að mál séu frekar skráð sem heimilisofbeldismál en ágreiningur eins og áður var. Og við skulum þá muna það að það bara ný tilkomið að lögreglan skrái heimilisofbeldismál sem heimilisofbeldismál. Eiginlegi hlutinn sýnir almenna ánægju meðal allra hlutaðeigandi. Sérstaklega gott að sjá að þolendur sem að hafa reynslu af störfum lögreglu fyrir og eftir að verkefnið hófst segja að þjónustan hafi batnað til muna og þau upplifa meira öryggi, þau upplifa að betur sé tekið á málum og fastar og þau treysta hinu opinbera betur. Traustið á báðum aðilum, félagsþjónustu og lögreglu virðist hafa aukist og það eins og þessi samvirkni þarna á milli að lögreglan njóti aukins trausts af því að félagsþjónustan með og öfugt að félagsþjónustan njóti meira trausts af því að lögreglan með og það jákvætt og það eins og þau gefi hverju öðru aukið vægi. Nú auðvitað hefur ekkert allt verið fullkomið og það þarf alveg að gera betur en í lok skýrslunnar fjallað það hvernig markmiðunum hefur verið náð og þá kannski erfiðast að ná því göfuga markmiði að tryggja öryggi borgara inn á heimilum sínum. Þó svo að ég hafi sagt hér í upphafi að ég trúi því að við getum útrýmt ofbeldi að þá nú kannski óraunhæft að ætlast til þess að það sé hægt að tryggja öryggi borgara inn á heimilum sínum á 10 mánuðum með þessu verkefni. En enga síður það þannig að þolendur upplifa meira öryggi og við erum greinilega að stíga einhver skref í þessa átt og einhvern tímann munum við þar með. Það styrkir mig í þeirri trú að einhvern tímann munum við geta tryggt öryggi fólksins á heimilum þeirra. Þjónustan hefur batnað, traustið hefur aukist, samvinna og samráð meira og betra, tölfræðigögnin betri, börnin fá meiri og betri þjónustu og þekking á málaflokknum hefur aukist stórlega bæði hjá félagsþjónustu og hjá lögreglu í gegnum þetta verkefni. Verkefnið hefur líka vakið mjög mikla athygli í samfélaginu og aukið umræðu ofbeldi almennt auk þess sem mörg önnur sveitarfélög hafa tekið upp sambærileg verkefni þannig að áhrifin út landið umtalsverð. Það ljóst að betur má ef duga skal, sérstaklega þegar kemur að henni margþættu mismunun, þjónustu við fatlaðar konur og þjónustu við konur af erlendum uppruna. Þjónusta við fatlaðar konur virðist vera enn duldari ofbeldi gagnvart fötluðum konum virðist vera enn duldara heldur en ofbeldi gagnvart ófötluðum konum. Þær búa líka oft við aðrar aðstæður og ofbeldið ekki endilega bara af hálfu maka. Fatlaðar konur í rauninni meiri hættu við að verða fyrir ofbeldi á fleiri sviðum heldur en ófatlaðar konur og við þurfum að gefa því meiri gaum og það hefur svo sem verið einhver vinna í gangi til þess að
þjónusta fatlaðar konur betur og auka vitund og þekkingu betur á þeim hættum sem að fatlaðar konur og fatlað fólk almennt, þeim hættum sem steðjar að því. Þjónusta við konur af erlendum uppruna, túlkaþjónusta var sérstaklega nefnd hér og það er mikilvægt að við tökum alvarlega þá athugasemd að málsamfélögin eru mjög lítil hérna á Íslandi og erfitt að fá túlk sem ekki þekkir annaðhvort geranda eða þolenda eða báða. Þannig að í skýrslunni er meðal annars lagt til að það verði skoðað hvort að hægt verði að taka upp einhvers konar símatúlkun þar sem að viðkomandi túlkur af erlendum uppruna og þekkir ekki til. Nú það eru fleiri ábendingar hér sem við þurfum að taka alvarlega. Það er greinilegt að þó að almenn ánægja ríki meðal allra sem hafa komið að verkefninu, að þá hefur það, eins og við töluðum hér áðan, breyting af þessu tagi kallar fram óöryggi og jafnvel einhvers konar óánægju meðal afmarkaðra hluta starfsfólks og við höfum nú séð í fjölmiðlum að það ríkir kannski eitthvað smá óöryggi og kannski ekkert bara ánægja innan lögreglunar með þetta verkefni, en hér eru lagðar fram tillögur til úrbóta og það til dæmis væri hægt að fara í kannski vanda aðeins eða styrkja betur þá breytingastjórnun sem að svona verkefni kallar á. Samstarfið, aukið samráð, auknir samráðsfundir og betri upplýsingagjöf auk mögulegra jafningjafræðslu eru nefnd sem úrbætur. Það þarf að fara í samstarfið fleiri aðila heldur en þá sem að við höfum verið í samstarfið. Það er mikilvægt að heilsugæslan komi inn, að heilbrigðiskerfið komi inn og að skólakerfið komi inn og það er sjálfsagt að það sé skoðað bara af hálfu þessar aðila hvernig hægt verði að koma því á. Og fleiri dæmi sem ég ætla svo kannski ekki að fara í frekar hér. Þetta hefur verið heilmikil umræða það hvernig nálgunarbönnum beitt, hvað sé réttlætanlegt og hvað sé ekki réttlætanlegt í þeim. Lögreglan hefur verið að bæta mjög sína verkferla til þess að tryggja að nálgunarbönnum sé beitt með skilvirkari hætti og að hægt sé að tryggja stöðu þolenda betur. Húsnæðismál eitthvað sem við þurfum að skoða og það er nauðsynlegt að fólk geti komið sér út úr ofbeldisaðstæðum en sé ekki háð því að búa í kvennaathvarfinu til lengri tíma eða hjá vinum og vandamönnum. Og sömuleiðis þarf að skoða hvort að gerendur þurfi ekki einhvers konar húsaskjól þegar svona sambönd eru brotin upp. Já, ég er að hugsa að kannski hafa þetta ekki mikið lengra hér í bili. Ég vil bara ljúka máli mínu á að þakka aftur ítreka úttekt-úttektaraðilunum fyrir sína frábæru vinnu og svo náttúrulega mannréttindaskrifstofunni sem hefur borið hitann og þungan af þessu verkefni ásamt velferðarsviði, barnavernd og félagsþjónustu, lögreglunni og öllum öðrum fagaðilum sem hafa komið að þessu. Ég veit að Kvennaathvarfið hefur unnið að þessu og það eru náttúrulega fleiri samstarfsaðilar sem hafa komið að. Allt þetta fólk hefur lagt á sig mjög mikla vinnu, sýnt gríðarlega mikið frumkvæði og einhvern veginn vilja til breytinga og það er mjög mikilvægt og þakkarvert og ég hlakka til að halda áfram að vinna að því að þróa þetta verkefni þannig að við getum á endanum útrýmt kynbundnu ofbeldi. Þá hefur borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við erum hér að ræða átak lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu gegn heimilisofbeldi og aðkomu okkar í Reykjavík að því verkefni í gegnum tilraunaverkefni Saman gegn ofbeldi. Mig langaði að byrja að segja að mér finnst alveg til fyrirmyndar að fá svona skýrslu þegar verkefninu ekki lokið, þannig að hægt sé að nota niðurstöðuna til þess að meta árangur og ákvarða næstu skref. Mér finnst þetta mjög góð skýrsla og vert að þakka fyrir hana. Mér langar líka að þakka Sóleyju Tómasdóttur, borgarfulltrúa og stjörnufeminista fyrir góða yfirferð yfir skýrsluna. Þannig að ég ætla að leyfa mér að segja bara svona það sem að mér fannst
standa upp úr eftir lestur hennar. En eftir lesturinn fannst mér það alveg ljóst að hér ekki einsársverkefni að ræða, hér langtímaverkefni að ræða. Það hefur nú þegar haft í för með sér margháttaðar breytingar á verklagi, en mér finnst þetta einmitt sanna það að það var kominn tími til þess að endurskoða þetta verklag, samhæfa vinnubrögð og ég held að það muni taka nokkur tíma að festa sig í sessi og finna kannski réttu leiðirnar. Kynbundið ofbeldi einmitt birtingamynd eða ein af birtingamyndum mismununar í feðraveldinu, sem ekki orð sem ég nota mjög oft, en svona því það var til umræðu hérna áðan. Og ég held að við værum öll sammála að væri frekar slæmt fyrirbrigði. Við vitum að kynbundið ofbeldi skelfilega algengt og mjög algeng birtingamynd kynbundins ofbeldis einmitt heimilisofbeldi. Og það kemur einmitt fram í þessari skýrslu að flestir brotaþolar eru konur, þó að það sé ekki eingöngu konur. Og margir aðrir séu í áhættuhóp. Þetta tengist því baráttu okkar gegn kynbundnu ofbeldi og í rauninni jafnréttisbaráttunni beint líka. Aðgerðir gegn heimilisofbeldi eru dýrmæt fjárfesting í félagsauð og geta haft víðtæk jákvæð áhrif á heilsu og hamingju þeirra sem þarna eiga í hlut, hvort sem að ræða brotaþola, geranda, fullorðna eða börn og leiði samfélagið í heild. Því það að búa við ofbeldi, það eins og að búa í stríðshrjáðu landi. Þú ert hvergi öruggur, þú ert alltaf að vera á varðbergi og það veldur mikilli streitu. Við það bætist að fólk skammast sín oft fyrir aðstæður sínar. Kennir sig jafnvel það að vera í þessum aðstæðum og kannski taka á sig að fela ofbeldið. Brotaþolar taka oft á sig að fela ofbeldið fyrir umheiminum sem eykur svo enn á streituna fyrir hann og aðstandendur og umhverfið. Og það því ljóst að það þarf margs konar innkomi í svona máli að vel á að takast til og þess vegna svo mikilvægt að allir sem koma málunum vinni eða gangi í takt og það séu fjölmargar leiðir til þess að mæta hverjum einum því að þetta mjög einstaklingsbundið sem þarf í framhaldinu til þess að hjálpa fólki. Og mér finnst sérstaklega jákvætt í þessu verkefni að börnunum núna loksins mætt betur heldur en áður hefur verið og ég held að þar séum við bara að byrja að þróa úrræði fyrir börn sem að búa við heimilisofbeldi. Í umræðunni hefur komið fram hugmyndir frá lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu að ef til vill væri gott að í framtíðinu myndi verða búin til einhvers konar sameiginleg miðstöð félagsþjónustu og lögreglu þar sem að fagaðilar kemur saman og færu sameiginlega yfir mál og fyndu sameiginlega bestu lausnirnar á hverju máli. Og mér finnst þetta bara fín hugmynd og kannski bara einleiki það að ég held að við séum kannski ekki endilega að koma með endanlega útfærslu ennþá. Þetta myndi eflaust líka auka traust á kerfinu ef að fólk upplifði að félagsþjónustan og lögreglan væru svona í heild eins og kemur fram í skýrslunni. Mér finnst líka mikilvægt að fyrir mig hugaði hvað við getum gert til þess að stuðla að því að það séu þróuð frekari úrræði fyrir gerendur. Karlar til ábyrgðar hafa fundið fyrir mikilli aukningu í ásókn til sín eftir að umræðan jókst og lögreglan hóf þetta verkefni á Suðurnesjum. Þeir hafa einungis boðið upp úrræði fyrir karla en nú bjóða þeir líka upp úrræði fyrir fólk af fleiri kynjum. En ég held að það getur vel verið að það sé eitthvað sem við þurfum að gera til að stuðla því að það séu fleiri úrræði þar í boði. Í skýrslunni kemur fram að bæði brotaþolum og gerendum hefur fundist að hjálpa að heimilisofbeldi og barátta gegn heimilisofbeldi séu í umræðunni og að skilaboðin séu skýr í samfélaginu að ofbeldi sé ekki liðið. Og ég held að það styðji það að það mikilvægt
að þetta stóra samfélagslega vandamál sé rætt opinberlega og það sé tekið inn á borð stjórnmálin eins og við erum að gera með því að ræða þetta hér í dag og að við séum að vinna með þetta bara eins og hvert annað samfélagslegt vandamál. Þetta er ekki vandamál einstaklinga, þetta er samfélagslegt vandamál sem við þurfum að vinna með. Og við getum á svo margvíslegan hátt haft áhrif hér í borgarstjórn. Við eigum auðvitað að stuðla því alltaf að auka jöfnu á meðal borgarbúa og tryggja samfélagslega blöndun. Það er meðal annars eitt af því sem kemur fram í þessu skýrslu að þeir sem búa við slæma félagslega stöðu eru líklegir til þess að verða fyrir heimilisofbeldi eða beita heimilisofbeldi heldur en aðrir. Og við sjáum í skýrslunni að þar sem í þeim hverfum borgarna þar sem atvinnuleysi meira og félagslegu stuðningur í meiri, þar virðist vera meira af heimilisofbeldi. Þannig að þarna getum við klárlega að koma inn og þetta brýnir okkur í því hversu mikilvægt það er að við tryggjum félagslega blöndun í hverfum og höfum það í huga þegar við skipuleggjum ný hverfi. Mér finnst það líka mikilvægt að við hugum að fræðslu og forvörnum og hvernig við tökum á móti nýjum íbúðum, hvort sem þeir koma frá öðrum landslutum eða öðrum löndum og tryggjum svona aðlögun og samfélagsauð inn í hverfum. Mér finnst mjög aðkallandi að skoða það eftir hvernig við getum hjálpað fólki úr ofbeldissamböndum. Mér finnst það bæði koma fram í þessari skýrslu að það er mjög erfitt fyrir fólk að losa sig oft úr ofbeldissamböndum og bara sem fulltrúi hérna í Reykjavík þá hefur maður fengið nokkur þannig símtöl frá fólki sem er bara í mjög slæmri stöðu og er kannski fast í sambúð með börn og ekkert félagslegt húsnæði til og einhvern veginn engin leið út úr vandamálinu. Það er vissulega kvennaathvarf þar sem konur geta flúið með börnin sín en það er neyðarúrræði og ekki kannski ætlað til þess að fólk sé þar í langdvölum. Og ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að stuðla því að hér verði til eitthvað svona millibilshúsnæðisúrræði þar sem fólk getur dvalið allavega meðan ástandi á húsnæðismarkaði er eins og það er. Þannig að fólk getur fengið íbúðir til leigu kannski í 3 til 6 mánuði. Það er mjög víða erlendis en hefur ekki verið til staðar hér á Íslandi hingað til. Að lokum þá langar mig bara að segja að ég er rosa ánægð með það að Reykjavík tók þetta skref og farið í þetta átak og ég treysti því að í framtíðinu þá munum við líta tilbaka með hryllingi til þess tíma sem að heimilisofbeldi var svona algengt og munum í raun ekki átt okkur á því hvernig við gátum látið að viðgangast. Og ég bara ætla kannski að ljúka því að það á enginn að þurfa að sofa með hamar undir koddanum í Reykjavík. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá er Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti borgarstjórnar og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessa mjög vel unnu og yfirgripsmiklu áfangaskýrslu. Mjög gott að fá hana. Hér er að ræða áfangamat á verkefninu Saman gegn ofbeldi þar sem leitast er við að greina styrkleika og veikleika á þeim miklu breytingum á verkþáttum hjá þeim fjölda starfsfólks sem vinnur að þessum málum fyrir hönd lögreglunnar og Reykjavíkurborgar. Sem dæmi breytingar er nefnt að starfsfólk félagsþjónustu fara á vettvang þegar þess er óskað, lögreglan beitir nú skipulögðu áhættumati og að umbætur á skráningum hafi verið innleiddar hjá báðum stofnunum. Sú mikla aukning sem hefur orðið á tilkynningum til lögreglu heimilisofbeldi þarf ekki að benda til þess að heimilisofbeldi hafi í raun og veru aukist. Heldur maður búast við því að hinn mikla umræða sem hefur farið fram í fjölmiðlum og víðar heimilisofbeldi og aðgerðir gegn því, öll sú umræða og athygli hafi gert fólk að öllum líkindum dálítið meðvitaðra en áður leiðir til að komast út úr eigin vanda. Einnig er líklegt að almenningur sé orðinn samfélagslega meðvitaðri skyldu sína
varðandi að tilkynna vitneskju heimilisofbeldi. Samstarfsverkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborgar saman gegn ofbeldi, samstarf við barnavernd, hinar breyttu starfsaðferðir og aukið samstarf, aukin úrræði og eftirfylgni félagaþjónustu og lögreglu sem og barnaverndar hafa án efa átt mikinn þátt í að vitneskja heimilisofbeldi kemst nú frekar út fyrir gluggatjöld og út til heimila en áður. Skilaboðin í samfélaginu eru sífellt að verða skýrari. Heimilisofbeldi ekki liðið. Þolendur þurfa nú síður að hræðast að fjölskyldum verði tvístrað, börnin fjarlægð. Konan verði að flýja af heimilinu með börnin í skjóli nætur og fara síðan aftur heim og hljóta þá mögulega verra af. Það eru þó ekki aðeins konur sem eru eða verða þolendur heimilisofbeldis. Samkvæmt áfangaskýrslunni eru konur 60% þolenda. Karlar geta vissulega líka liðið vegna heimilisofbeldis. Líkamlegt ofbeldi sem sýnilegt mun líklegra en andlegt ofbeldi til að ná athygli nánasta umhverfis og brýnt að andlegt ofbeldi fá ekki síður umfjöllun svo þolendur þess eigi leiðir til lausna. Hér í áfangaskýrslunni einnig tæpt á fjárhagslegu ofbeldi og fjárhagsvanda sem geti gert þolendum erfitt fyrir að komast út úr ofbeldissamböndum. Peningar eru líka nýttir til að drottna yfir öðrum og kúga fólk. Vandi þolenda margvíslegur og það nokkuð víst að þó svo að tilkynningum heimilisofbeldi hafi fjölgað mjög, það má því miður alveg gera ráð fyrir að þar sé aðeins að ræða toppinn á ísjakanum. Það ánægjulegt að lesa út úr áfangaskýrslunni að verkefni saman gegn ofbeldi hafi haft í för með sér bætta þjónustu fyrir börn sem verða vitni af eða verða fyrir heimilisofbeldi. Hér þarf líka að vera náið samstarf við leikskóla og grunnskóla þar sem þessi börn dvelja og eiga stund að ná með eðlilegum hætti. Og ég fagna þeirri skoðun sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lét í ljós hér áðan þörfin á að skólasamfélagi komi betur að þessum málum. Í mínum huga það spurning hvort ekki þurfi enn meira og nánara samstarfi kennara þessara barna. Því eins og trúnaðarskyldu víða háttað í dag, þá getur það nánast fjallað undir þöggun þegar eða ef til dæmis umsjónarkennari barns fær ekki uppfærðar upplýsingar erfiðleika barnsins á heimilinu eða þá erfiðleika sem barnið ratar í utan skólans og rekja má til andlegra eftirmála heimilisofbeldis. Þessi börn geta líka þurft sérstakan stuðning innan skólans, félagslegan, andlegan og námstengdan stuðning. Það líka ánægjulegt að lesa að allir viðmælendur hafi verið ánægðir með aðkomu og þjónustu félagaþjónustunnar á vettvangi en jafn sorglegt að lesa að eftirfylgni hafi stundum ekki staðist væntingar þolenda. Hér þarf vissulega að gera bót á, því að ef varanlegur bati á að nást á aðstæðum þolenda, þarf fólk að geta treyst þeirri eftirfylgni sem gefin eru fyrirheit eða hugsanlega hér að einhverju leyti að ræða von öflugri eftirfylgni en þjónustu aðilar eru færir að veita, þrátt fyrir velvilja og góðan hug. Mögulega það fjárhagsstaða borgarinnar sem ræður í mörgum tilvikum nokkru umfang og dýpt eftirfylgni við þolendur. Mörgum brýnum verkefnum þarf að sinna, það þarf að ná að slökkva logandi elda, en það ef til vill ekki tími til að slökkva alveg í glóðunum sem leynast í öskunni. Allar breytingar á vinnuaðferðum þurfa tíma til að slípast til og þróast og þegar svo viðkvæm og mikilvæg mál að ræða eins og átök gegn heimilisofbeldi, þá brýnt að fólk tali saman, samvinna sé góð og að unnið sé á grunni gagnkvæms trausts og trúnaðar.
Það geta ábyggilega allir verið sammála að verkefnið hafi verið til góðs, sem hér hefur verið lýst í skýrslunni, og brýnt sé að því verði haldið áfram í góðu samstarfi við alla þá aðila sem brýnt talið að komi að málum. Skilaboðin eru og eiga að vera skýr. Heimilisofbeldi ekki liðið. Þetta eitt af þeim áherslumálum sem ekki má líða fyrir fjársvelti. Það má alveg búast við því að tilkynningum heimilisofbeldi eigi eftir að fjölga enn verði verkefninu haldið áfram. Þeir sem starfa að þessum erfiðu málum þola aðeins álagið upp að vissu marki og því brýnt að styrkja við þær styrku stoðir sem nú eru þegar komnar, taka mið af niðurstöðum áfangaskýrslunnar styrkleika og veikleika og finna leiðir til að bæta það sem bæta þarf í öllu verklagi, þjónustunnar sem og eftirfylgni, þannig að við náum sem best að standa við fullyrðinguna heimilisofbeldi ekki liðið. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, næsta mál á dagskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mig langaði að þakka kærlega fyrir uppkast að skýrslunni saman gegn ofbeldi sem ég held að við getum svo sannarlega sagt að við viljum vera og tek algjörlega undir það að það á að vera alveg ólíðandi að börn og fullorðnir búi við þær aðstæður sem koma fram í þessari skýrslu. Og að sjálfsögðu eigum við að reyna að vinna að aðgerðum sem að ná betur utan þetta vandamál, ná betur að hjálpa þolendum og svona gera okkur kleift að skilja hvernig við ættum að fara í þessi mál betur. Mér er skýrslan vel unnin og mjög fín. Og ég ætla hins vegar ekki meir að fara í innihald hennar, heldur hins vegar þess sem ég sakna úr henni. Við höfum komið svolítið inn á ofbeldi gegn fötluðum, allavega kom borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir inn á það áðan, sérstaklega fötluðum konum sem eru sá hópur sem í hvað mestri áhættu. Og það sérstaklega skoðan og hefur verið samþykkt inn á velferðarsviði að fara í sérstaklega aðgerðaáætlun þar til þess að skilja hvernig við getum brugðist við því. En í svona stóru verkefni þar sem að Reykjavíkurborg einn af 2 samstarfsaðilum, þá sakna ég þess mjög að sjá ekki betur tekið á og einhvern veginn betur svona farið í gegnum hvernig við ætlum að nálgast stofnanabundið ofbeldi. Stofnanabundið ofbeldi eitthvað sem gerist inn á heimilum sem að rekin eru og nú hér í Reykjavík mest af hinu opinbera. Ég get ekki séð þessari skýrslu að það sé á neinn hátt verið einhvern veginn að nálgast þessi heimili og ég veit ekki einu sinni hvernig ferlið Þú veist, að það kemur upp ofbeldismál, nú er ég bara nýbúin að lesa í fréttum til dæmis, þar sem aðstandandi aldraðrar manneskju telur að á henni hafi verið brotið af sambýlismanni á heimili sem við rekum. Var það ofbeldi tilkynnt? Ég veit það ekki. Hvernig fórum við í gegnum það ferli? Ég hef ekki hugmynd, mér finnst þessi skýrsla ekki segja mér neitt frá því og mér finnst að vanta bara heilan kafla nákvæmlega þetta. Hvernig ætlum við að koma í veg fyrir það? Þú veist, við vitum að okkar vakt örugglega eitthvað að gerast sem við viljum ekki að sé að gerast. Hins vegar það svo oft bara þannig með opinberar stofnanir að það virðist eins og það sé meiri þöggun og það sé meira dulið og falið það ofbeldi sem á sér stað. Og við sjáum það bara þegar maður bara skoðar söguna. Það sem að koma upp mikið seinna
til dæmis bara núna nýlega, ég talaði það sem bara fyrrverandi borgarstjóri var að segja okkur helgina og var að skrifa það sem gerist í heimavistarskóla, það sem gerist hvað kom fyrir konurnar á Kleppjárnsreykjum, hvað gerist í Breiðavík, svona ofbeldi á sér stað núna innan okkar stofnana og ég get ekki séð að við séum neitt að beina augunum að því hvernig við ætlum að skima eða nálgast það að uppræta þetta. Mér finnst það svolítið alvarlegt vegna þess að þetta stendur okkur mjög nær. Þetta er fólk sem er í rauninni í okkar skjóli en við einhvern veginn förum í þetta stóra verkefni án þess að búa til gluggan á það hvernig við ætlum að mæta því. Mér finnst það svolítið alvarlegt og ég myndi vilja að það verði tekið miklu fastari tökum í þessu verkefni. Ég veit að það er kafli fötlun þar sem segir bara betur þurfa að greina en mér finnst eins og sko það sé svolítið svona í eðli og ég tekið dæmi eins og bara með þegar sko mér finnast ég tekið dæmi eins og bara með leikskóla hér ár. Hún var lokað vegna tilkynningar brot. Hún var lokað, barnavernd var kölluð til og einhvern veginn af því að þetta var einkarekinn skóli fyrir bara allt út í fréttir og einhvern veginn bara allir vera meðvitaðir það að þarna hafi eitthvað átt sér stað. Þeir sem voru þá á vaktinni hlaupa frá verkefninu að veita hinum börnunum leikskólapláss fyrir opinbert fé, þetta var opinbert fé sko, þetta var einkarekinn skóli eða einhver annar var að reka fyrir opinbert fé. Af því þeir vilja ekki sko koma nálægt svona verkefni. Ég hef aldrei heyrt svona dæmi þar sem opinberan rekstur hefur verið að ræða og þó held ég að sé algjörlega ljóst að þau eru fleiri. Algjörlega ljóst. Þannig að mér finnst við bara að viðurkenna það að það er þöggun. Við vitum það. Við erum búin að lesa það sko í mörg ár og við eigum að vera á varðbergi gagnvart henni, reyna að uppræta hana, reyna að finna þau ferli sem nauðsynlegt er að fólki hafi til þess að kæra sínar aðstæður eða reyna einhvern veginn að leita sér hjálpar án þess að vera undir starfsfólki eins og opinbera komið sem að einhvern veginn, sko, það er ekki hægt að benda einn og engin villa, en einhvern veginn virðist svo vera að það er þakkað niður. Það fer ekki út fyrir ramma hins opinbera eins og auðveldlega á það gerir þegar einkarekstur er að ræða. Og þess vegna segi ég nú stundum, mér finnst sko eftirlitið þannig er eiginlega þess vegna betra þegar við erum bara með einkaaðila sem reka hlutina vegna þess að þar er fólk ófeimnara við að opna sig ef þeir finnst þjónustan léleg eða brotið á þeim með einhverjum hætti. Eftirlitið er bara betra vegna þess að þeir sem að nýta þjónustuna, þeir taka hlutverkið sitt miklu alvarlegra og þeir eru ekki eins þjakaðir af þessari þöggun sem virðist einhvern veginn loða við aðra staði. Mér finnst sár vanta þessa sýn hérinn og ég óska eftir að henni verði bætt bara við og það verði bara sérstaklega fjallað þetta nóg eigum við nú á dæmum þó þau séu ekki komin upp, væntanlega þau sem eru að gerast akkurat í dag og við ættum að sko vera hér mjög áhyggjufull að reyna að finna þau ferli að það er skilnulegir til þess að skilja hvað er í gangi. Af því við viljum ekki vakna of seint á verðinu. Þannig að ég bara lýsi hér enn og aftur yfir bara mikilli ánægju með þetta verkefni. En það þarf að gera betur og það vantar svolítið að horfa að Reykjavíkurborg horfi í eigin barm. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að sé ekki hægt að láta þessu stóru orð falla í sal borgarstjórnar á þess að rifja upp að 19. júní 2012 var samþykkt ítarleg aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum sérstaklega. Þar sem var skilgreind einmitt hvernig þetta snúa sér ef upp kemur grunur ofbeldi eða slíkt sannaðist innan borgarinnar eða í samskiptum borgarinnar við aðra. Það er ekki hægt að taka svona stórt upp í sig og tala svona þessi mál án þess að draga þetta fram nema tilgangurinn sé einhvers konar undarlegu vinkill opinberan rekstur og einkarekstur sem ég fannst felast í orðum borgarfulltrúans. Ég kannast ekki við neina rannsóknir sem styðja þessar fullyrðingar, hvorki innlendar né erlendar, en væri alveg opin fyrir að skoða slíkt. Breiðavík eða önnur dæmi sem hér hafa verið nefnd eru reyndar dæmi einkarekstur þar sem opinbera sendi börn á þessa staði og lutu ónógu eftirliti. En ég held að við eigum ekki að alhafa út frá einstökum dæmum, heldur vildi ég fyrst og fremst undirstrika og minna á þessu mikilvægu stefnumörkun sem greinilega getur verið ástæða til þess að rifja upp og fara yfir á réttum vettvangi innan ráð og nefnda borgarinnar. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari. Og það glemdist sem sé að taka fram að það voru 2 sem höfðu óskað eftir andsvari. En við klárum þessa senu áður en næsta tekur við. Forseti, mér finnst nú bara mjög athyglisvert að þetta sé eitthvað stór orð. Er þetta eitthvað stór orð? Þú veist, eigum ekki að tala þetta hér? Þetta eru nákvæmlega bara mjög stór orð og alvarleg. Það alvarleg að þau eiga bara heima inn í þessari skýrslu. Og alveg sama hver rekstraraðilinn skýrslan ber það svolítið með sér að það skipti engu máli. Og í raun og veru veit ég ekki eins og hvort að stofnanirnar okkar eru að undir. Ég held ekki. Ég held nefnilega ekki. Og ég held að þetta sé bara atriði sem við þurfum að ræða og skoða miklu betur heldur en við höfum gert. Vegna þess að annars eigum við bara á hættu að vera á vaktinni þegar nýja Breiðavík í Reykjavík kemur fram. Það er bara þannig. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég vildi bara koma inn á það að sem sagt þegar að borgarstjórn samþykkir það að fara í þetta átak saman gegn ofbeldi þann 1. apríl 2014, það var leiðis samþykkt viðbótartillaga eða viðaukatillaga sem að fóli í sér að sérstaklega skyldi skoða hvernig best væri aðstoða fatlaðar konur og konur af erlendum uppruna sem verða fyrir ofbeldi og borgarráð fól í framhaldinu mannréttindaskrifstofu borgarinnar að leggja grunnaverkefni og halda utan um framkvæmdina og það kom ágætis aðgerðaráætlun út úr því verkefni sem er dagsett 16. febrúar 2015 sem að hefur farið fyrir mörg ráð og að því ég best veit í framkvæmd samkvæmt henni. Þannig að þar er ýmislegt það sem við erum að gera innan okkar kerfis og út á við í borginni til þess að berjast gegn ofbeldi gagnvart fötluðu fólki. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir andsvari. Forseti, já, ég ætla bara að rífa það upp, ég þekki það fullvel, ég hef einmitt verið tillöguflytjandi að þeirri tillögu ofbeldi gegn fötluðum konum og mig minnir að við borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir höfum sameinað okkar 2 tillögur þá og sem að endaði svo í þeirri aðgerðaáætlun, þannig þekki það bara mjög vel. Það þýðir samt ekki að skýla sig bak við það. Það ofbeldi gegn fötluðum konum og konum að erlendu bergi brotnar bara, þetta eru 2 mestu áhættuhóparnir. Þetta var sér verkefni. Ég ekki bara að tala um það. Ég að tala bara hvað sem gerist. Við rekum bæði heimili og áfangaheimili og allskyns stofnanir. Við rekum meðal annars stofnanir fyrir aldraða og við vitum, það var bara í fjölmiðlum bara í vikunni. Bara þar sem upplýst var ofbeldisverk
innan stofnunar sem við rekum, þú veist, ég veit ekki hvar á það að koma til mín sem borgarfulltrúi. Ég hef ekki orðið vör við það. Ég hef ekki orðið vör við það ferli sem fer í gang. Ég spyr því, af hverju fjöllum við ekki þessari skýrslu? Af hverju ekki litið til kerfisins alls, bara út í bæ, við eigum ekki bara lítið út í bæ á heimili þar, við eigum líka að horfa á hvað að gerast með þau heimili sem við rekum. Af hverju eigum við að fara í einhverja aðra stefnumótun og aðra aðgerðir með heimilin? Er það því að við ætlum að halda áfram þögguninu sem eru átt sér stað öll þessi ár? Viljum við það? Nei, við viljum það ekki. Ég vil til dæmis bara gjarnan fá að vita hvernig átti ofbeldisatvikið sem kom upp á heimili fyrir aldraðara sem við rekum, hvernig átti það að koma, hvernig átti ég að fá upplýsingar um það? Eða einhver sem fékk einhver upplýsingar um það, ég veit það ekki. Fyrir mér er það algjörlega hulimál. Ég myndi gjarnan vilja vita það og ég myndi vilja vita hvernig við sem borgarstjórn ætlum að fást við þessi verkefni. Mér finnst þetta kjörinn vettvangur, það verkefni sem við ræðum nú, mér finnst þetta kjörinn verkefni til að taka það líka til skoðunar. Hvernig á að tilkynna til dæmis slík tilfelli? Á ekki að tilkynna þau til lögreglunar? Er nóg bara að opinberir starfsmenn setji það á sínar skrár sem að ég veit svo ekkert hvernig eru meðhöndlaðar. Ég myndi bara vilja fá það inn í þessa vinnu. Ég held að það sé bara almennast, breiðast og við náum meiri árangri heldur en að vera einhvern veginn að aðskilja þessi mál. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég kannski bara var ekki nú að skýra í mínu svari áðan, en þetta er í rauninni 2 óskild verkefni. Verkefni sem að áfangaskýrslan fjallar er bara samstarfsverkefni við lögregluna og það er í rauninni viðbrögð við því þegar það er tilkynnt ofbeldi til lögreglu. Það er það verkefni. Auðvitað eigum við að fjalla máli heildstætt og mér finnst alveg sjálfsagt að ræða það heildstætt þó að við séum með þessa áfangaskýrslu núna til umfjöllunar. En mér finnst engin ástæð til þess að við séum að taka önnur verkefni eða aðrar, hvernig eftirfylgni annarra aðgerðaáætlana eða verkefni gengur inn í þá áfangaskýrslu sem á við það verkefni. En í þeim aðgerðum sem aðgerðaáætlun gegn ofbeldi sem beinist að fötluðu fólki eins og það var endaði, þar er komið inn á það að það þarf að útbúa verkferla innan borgarinnar til þess að tilkynna ofbeldi. Það er mjög mikilvægt og það bara ég fæ að lesa það hér að það er sagt mjög mikilvægt að það sé engin þöggun og það sé allt upp á borðunum með þetta. Það er stungið upp á því að komin verði á innra eftirliti með starfsstöðum borgarinnar þar sem að fatlaðir eru og að það verði útbúið neyðarteymi sem að verði kallað til ef upp kemst ofbeldi og einnig að það verði skimun fyrir ofbeldi í þessum málum, fræðsla skimun fyrir ofbeldi þannig að starfsfólk og þjónustumiðstöðum og heilsugæslustöðum sé meðvitað það að tíðni ofbeldis meðal fatlaðs fólks er hærri heldur en meðal ófatlaðra. Þannig ég tel okkur bara vera þarna með góða aðgerðaáætlun sem við erum að framkvæma. Þannig ég held að það er bara annað verkefni og kannski ættum við bara að setja hann aftur á dagskrá. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Ég er ekki sammála þessu. Við erum þarna með ágætis aðgerðaáætlun. Hún nær bara til afmarkaðs hóps. Mér finnst að við eigum ekki að fara aðskilja, þetta er svona tvíhyggja. Við erum með annars konar eftirlit, einhvern veginn þegar við rekum stofnanirnar heldur en bara öðruvísi. Mér finnst við bara að opna þetta. Höfum þetta bara eins og bara, ef þú býrð á heimili, það skiptir ekki máli á hvernig heimili þú býrð, þannig viljum við hafa það. Þannig er bara megin stefn okkar. Til dæmis hvað var að fatlaða og aldraðar, það á ekki að skipta máli, heimilið þetta er bara heimili. Alveg þó að sé eitthvað starfsfólk þar inni sem þarf að sinna þér. Þannig að mér finnst bara sjálfsagt að það verði rætt í þessu verkefni og komið þá inn á það, hvernig því best væri farið með það vegna þess að til dæmis eru þessi atvik tilkynnt til lögreglunar eða ekki.
Mér finnst það bara alveg risastórt atriði. Það bara getur skipt máli upp á bara máli seinna meir og svo framvegis. Þannig mér finnst skrítið að við ætlum ekki bara hafa þessa svokallaða eina meginstefnu þar sem við fellum alla hópa undir þetta verkefni í staðan fyrir að ýta hinu, þó ég hafi alveg samþykkt það á sínu tíma, þá finnst mér skrítið að sjá ekki umfjöllun það hér í þessu verkefni og ég tel að það muni viðhalda þöggun. Ásta María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn. Ég ætlaði fyrst og fremst að koma hér upp til að lýsa yfir ánægju minni með þessa vinnu, þessa löngu skýrslu sem ég búinn að lesa að mestu leyti, allavega það sem mér þótti áhugaverðast. Þetta auðvitað fyrirmyndar vinnulag að gera svona milli úttekt á verkefni sem í gangi til að meta árangur og setja hlutina í samhengi. Þetta náttúrulega yfirgripsmikið og það er komið inn á marga vinkla. Ég kannski einna ánægðastur að sjá þarna fjalla geðræn vandamál og fíkn og greiningar á hvernig það getur verið samhangandi við heimilisofbeldi og við hvort annað. Það er þannig stungið upp á því að þetta viðbrögð við svona málum þurfum við að fara inn í geðkerfið og stungið upp á að einhvers konar úrræði sem að tekur heildrænt á fíkn og geðrænu vandamálum sem svona samanhangandi vandamáli sem það er. Minnst þarna á erlenda fyrirmynd. Líka sem að náttúrulega hangir saman komið inn á úrræði fyrir gerendur, að það sé tekið á rót vandana sem náttúrulega gerandinn, við megum ekki gleyma því og við megum ekki gera stöðugt ráð fyrir því að það sé eitthvað sem er ekki hægt að stöðva af og að fólk geti ekki breyst eða það er viðeigandi meðhöndlun og viðeigandi hjálp. Það er þarna komið inn á atriði sem náttúrulega hárrétt að svona tengist að miklu leyti reiðistjórnun sem að ég held að sé oft mikið vandamáli í samfélaginu. Kemur svolítið inn á þessar, að við erum að ræða mikið feminisma og þess áttar áðan, kemur svolítið inn á þessar stöðluðu karlmennsku ímyndir og kannski erfiðleika við að finna sig í því. Þó að það sé ekki bara karlmenn sem beita ofbeldinu, það er líka talað eins og borgarfulltrúinn Jóna Björg Sætran lagði ágæta áherslu og það er líka talað andlega ofbeldið og það er mjög mikilvægt því að það getur akkurat verið faldara og er svo lúmst og ég held jafnvel að það sé oft þess eðlis að fólk fattar ekki að það er í gangi almennilega, sko. Það er ekki eitthvað sem að fólk gerir meðvitað og það er ekki eitthvað sem að fólk sem verður fyrir því áttar sig endilega á því að er ofbeldi. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf bara að vera stöðugt til samtals og fólk fara að opna sig með og svona líta í einn barm. Manni finnst stundum samfélagið að vissu leyti gegnsýrt svona lögu. Kannski í kjur en já, það þarf alltaf að huga að þessu fyrst mér. Svo er komið inn á stuðning við erlenda þolendur og erlenda gerendur og þýðingamál. Það er náttúrulega eitthvað sem að snertir fólk að erlendum uppruna almennt. Það eru þessi túlkunarmál. Það er fólk frá mörgum málsvæðum hérna og mörg tungumál í gangi og þarna sé ég að það hefur verið notast við og lagt til að bæta við nokkuð sem ég hef séð annars staðar í umræðu, svona símatúlkanir sem eru hagkvæmar.
að það sé bara notast við þjónustur erlendis þar sem að er bara hringt inn. Og í þessu samhengi er nefnd ein góð ástæða fyrir því sem ekki bara hagkvæmnin heldur af því að hóparnir geta verið svo litlir að það er mjög erfitt að finna einhvern túlk hér sem er alveg hlutlaus gagnvart öllum aðilum. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að tryggja það. En svo ætla ég nú aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir var að tala um þessa tvíhyggju eins og hún nefnir af hverju hún segir náttúrulega réttilega sko það er stefna okkar að heimili sé bara heimili og að það er unnið eftir þeirri hugmyndafræði að þegar fólk er í svona búsetu úrræðum þá sé það heimili og það gildi bara sömu reglur og sömu ferlar ef svo má segja og önnur heimili. Þannig að mér fannst þessi ábending hennar að þessu leyti fyllilega réttmætt og mjög umhugsunarverð og spái þá í kjölfarið hvort að það sé ekki tilefni til þess að bregðast við því með því að taka bara mið af þessari tillögu eða ábendingu ef svo má segja og einhvern veginn flétta það inn í þessa vinnu að það sé hugað að þessu sérstaklega að taka bara okkar stofnanir öðru nafni heimili inn í þessa vinnu og kannski flétta saman akkurat við þá vinnu sem að hér er í gangi við að taka á ofbeldi innan heimila Reykjavíkurborgar. Þannig þarna er mikil fagleg vinna í gangi sem að ég held að nýtist alveg algjörlega og séu mikil samlegar áhrif af því að flétta saman við hitt. Það nú svona allt sem ég vildi segja það. Takk fyrir. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og þá er Björn Blöndal, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég langaði nú aðeins að leggja í orði belg varðandi þessa skýrslu eða sem sagt, já, varðandi þetta átak að berjast gegn heimilisofbeldi. Mér langar fyrst að aðeins bara að nefna það var í tengslum við það sem hefur komið hér fram í málflutningi borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur og svo þeirra sem hafa komið upp í andsvör við það að ég taldi mig sjá í skýrslunni að það er þau heimili sem að vísa var til, þau eru sem sagt hluti af þessu mengi, það er litið á þessu staði sem heimili og svo kom einnig fram í kynningu sem að var fyrir borgarráði síðasta fimmtudag að þar var sérstaklega tekið fram að lögreglan sjá ekki mörg mál þar sem að fatlaðir eiga hluta sem sagt eru hlutað eigandi og það var engin þolenda sem var að tala við sem taldist vera fatlaður einstaklingur og þetta sé hugsanlega meira falið en venjulegt heimilisofbeldi og því þurfum við að huga sérstaklega þessum hóp. Þannig að það er allavega einhver meðvitund hjá þessum skýrsluhöfundum þetta og ég vona það hafi skilað sér til þeirra sem er að framkvæma þetta. Sama á við börn, það er tekið sérstaklega fram að það þurfa að bæta stöðu barna sem að búa við ofbeldi því að þau verða oft fyrir ofbeldi eða verða vitni að því og það getur auðvitað verið mjög skaðlegt fyrir börn að vera vitni að ofbeldi og ekki síst auðvitað heimilisofbeldi því þannig er það nú að á flestum þessum heimilum þolenda eru börn sem auðvitað verða vitni að þessu og eru þar af leiðandi þolendur í sjálfu sér og þess vegna er aðkoma barnaverndar í
í þessum aðgerðum svo gríðarlega mikilvæg. Og það sagði einmitt þarna, það var nú tilvitnanir í þessari kynningu og þar var ein tilvitnun í lögreglumann sem ég ætla að leyfa mér að lesa hérna með leyfi forseta. Ofbeldi á heimili, hvort sem það er andlegt eða líkamlegt. Ég held að það er miklu meiri áhrif á börn heldur en við gerum okkur grein fyrir, tilvitnun lýkur. Þetta eru orð lögreglumanns sem voru tekin beint inn í kynninguna og segja hansi margt. En það er auðvitað bara gríðarlega mikilvægt að þetta sé einhvern veginn verið að ræða þessi mál, hvað maður að segja, fyrir opnum tjöldum. Við séum þó komin á þann stað að þetta sé, þetta er vandamál sem er viðurkennt og það eru aðgerðir í gangi til að takast á við þetta. Ég held að það sé alveg rétt, þetta er auðvitað átak, en ég held að þetta sé svolítið langt átak sem við erum að fara, við stöndum hérna frammi fyrir. Þetta er líklega þetta verður ekki búið að leysa þetta næstu áramót og ekki heldur þar næstu áramót. Við verðum auðvitað bara að horfast í augu við það að það þarf að veita í þetta fjármunum. Þetta er ólíðandi. Þetta er bara svona meinsemd í samfélaginu og það þarf einhvern veginn að vera öllum ljóst að þetta er ekki samþykkt, verður ekki samþykkt og í því samhengi að þá verðum við að standa okkar plikt og tryggja að þeir sem að koma að málinu fyrir hönd borgaryfirvalda hafi til þess fjármuni, að við vorum mannskap að spila til þess að taka þátt í verkefninu. Því að það er auðvitað ljóst að þessu hefur fylgt aukið vinnuálag og það þarf að skoða leiðir til að létta á því. Og við erum búin að, já þú veist þetta er ekkert, maður tekur lok af svona potti sko, þú setur ekkert á aftur. Það verður bara að klára málið. Og það mun taka einhvern tíma, en þessi skref eru gríðarlega mikilvæg að mínu mati og verkefni hefur auðvitað aðeins staðið yfir í stuttan tíma. Þannig að en eins og sagði þarna í kynningunni, byrjunum lofa góðu og þetta gæti boðað nýja tíma í heimilisofbeldismálum í Reykjavík. Þetta er umbóta starf sem það þarf að halda áfram en það þarf að tryggja þessu sé fylgt eftir og helstu punktarnir sem voru tilteknir þarna voru að tryggja eftirfylgni, virkara samráð starfsfólks, ólíkra stofnana, milli borgar og lögreglu, létta álagi, reyna að ná til gerenda, reyna að ná til fatlaðra þolenda, skoða hvernig kerfi getur lagað sig á ólíkum birtingamyndum heimilisofbeldis og skoða víðtækara samstarf, til dæmis að ná betra samtali við heilbrigðiskerfið og ég held að það sé lykilatriði. En eins og ég segi, þetta er gott og blessað svo langt sem það nær, en þetta er verkefni sem er rétt að byrja og ég held að sé ágætt að við gerum okkur grein fyrir því. Takk fyrir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, borgarstjórn. Ég vil byrja á því að taka undir með þeim sem hér hafa talað og hrósa þeim sem að bera ábyrgð á þessari áfangaskýrslu. Ég held að þetta sé einhver yfirgripsmesta og vandaðasta áfangaskýrsla sem að ég hef lesið og hún dregur mjög vel saman meginatriði þessa máls. Hún sýnir okkur fram á það að á mjög stuttum tíma
hefur nást merkilegur árangur hvað það varðar að bæta vinnubrögðin hjá þeim sem að koma að þessum málum, og það yfir línuna almenn ánægja hjá þeim sem tengjast verkefninu með það framfarir sem hafa orðið í verklagi og samstarfi eftir að verkefnið hófst. Vissulega ákveðnir þættir sem að enn þarf að bæta úr og svona það kallar sérstaklega á mig þetta sem að þarna rætt varðandi eftirfylgnina og mikilvægt að þegar að gefin eru fyrirheit að málum verði fylgt eftir í kjölfar útkalls að þá sé staðið við þau fyrirheit. Hitt grefur undan í raun og veru öllu þessu þjónustustigi og veldur sárindum og vonbrigðum sem að mikilvægt er að koma í veg fyrir. En það er gaman að lesa það að meðferð þessara mála hefur gjörbreyst og til dæmis innan lögregluna, þar sem að vissulega eru ákveðnar efasemdir einstaka þætti, að þá hafa menn tekið eftir því að vinnulagið er betra. Það er líklegra til þess að koma í veg fyrir frekara ofbeldi á seinni stigum. Það er ánægja í röðum lögreglumanna með aukna aðkomu félagsþjónustunnar og barnaverndar og sérstaklega ánægilegt að sjá að þolendur voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir fengu af hendi félagsþjónustunnar. Ég held að það er ekki þörf á því að fara aftur yfir einstök efnisatriði skýrslunar eða ábendingar. Það hefur vel verið gert í þessari umræðu, en mér langaði rétt að fyrsta lagi taka undir það að við þurfum að vera viðbúin því að skoða okkar eigin starfsemi á vegum borgarinnar, og það er rétt að gera það kerfisbundið. En við þurfum líka í raun og veru að huga að forvarnarhliðinni og huga að því að við berum ábyrgð á því að kenna börnunum okkar friðsamleg samskipti, bæði inn í leikskólunum og grunnskólunum, sem að byggjast á virðingu, tillitssemi og skilningi á tilfinningum, skoðunum og aðstæðum annarra. Við erum að kenna börnunum í borginni að synda flugsund, við erum að kenna þeim og prófa þau í heildun og diffrun, en við kennum þeim ekki undirstöðu atriði í mannlegum samskiptum eða prófum þau í því. Og ég held að það sé umhugsunarefni sem við þurfum að laga hér fljótt og vel. Og svo tek ég undir það með öðrum sem hér hafa nefnt það að þetta er ekkit áhlaupsverkefni eða tímabundið verkefni. Hér er tjaldað til 1 árs til að byrja með. En ég held við verðum að einsetja okkur það á þessu hausti að við tryggjum áframhald þessa verkefnis frá hendi borgarinnar, og vonandi fáum við gott talsamband við aðra sem við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu hvað það varðar. Og hér verðum við að tryggja það fjármagn að hægt sé að bjóða þolendum mannsæmandi þjónustu og aðstoð og gerendum viðeigandi úrræði til þess að þeir geti látið og snúið af villu síns vegar. En ég ítreka þakkir fyrir þessa miklu og góðu vinnu og þá góðu samstöðu sem að hér er í salnum áframhald þessa máls. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu, þá tekur næstur til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef ekki miklu við að bæta hrósið og lofið sem fram hefur komið þessa áfangaskýrslu. Mér finnst hún ítarleg og ná vel utan málið. Ég leyni ekkert að ég er mjög stoltur af þessu verkefni. Ég held að það hafi brotið ákveðinn hátt blað, ekki bara í því hvernig borgin kemur að þessum málum, heldur ekkert síður hvernig lögreglan kemur að þessum málum. Í staðinn fyrir að fjalla þetta á hefðbundinn hátt, að þá hefur bæði viðbragð og úrvinnsla við heimilisofbeldismálum tekið stakkaskiptum, þannig að úr þeim er unnið á staðnum á forsendum þolandans, en ekki eins og hefðbundið lögreglumál sé að ræða. Og ég held að þetta sé algjört lykilatriði. Ég held að það vil líka vera algjört lykilatriði að borgin hefur þarna mætt aðstæðum fólks í ótrúlega erfiðum kringumstæðum á nýjan hátt, vissulega með kostnaði, en ég hef trú á því að með þessum breyttu vinnubrögðum þá sé verið að koma í veg fyrir alls konar eftirmála og eftirleik og endurtekin brot sem annars hefði verið hluti af
ég hef ekki bara að segja skuggahliðum lífsins í Reykjavík. Það hins vegar líka alveg satt að þessi björn verður ekki unnin á einum degi og ekki einu ári heldur. Og við þurfum einfallega að fylgja þessu fast eftir, en ég held að það sé hlut af því þegar við stígum fram og setjum umtalsvert fé, í þessu tilviki 50 milljónir í nýtt verklag, að við tökum það út á ærlegan hátt og mér finnst það hafa verið gert hér. Ég þakka kærlega fyrir umræðuna. Fyrir mér þessi áfangaskýrsla bæði með ábendingum það sem betur má fara og hitt sem að vel hefur tiltekist, hvatning til þess að halda áfram og það að gera. Læra ásamt því eða eftir því sem að verkefninu vindur fram og líka horfa til þess hvernig þetta gert í öðrum sveitarfélögum og hvað við getum lært af þeirra verklagi. En ég held að ofbeldislaus borg sé borgin sem við viljum stefna. Það rauður þráður í allri okkar stefnumörkun. Við höfum verið að vinna að öðru verkefni þó að sé ekki af sömu stærðargráðu með lögreglustjórunum og lögreglustjóraembættinu á höfuðborgarsvæðinu og samtökum aðila í ferðaþjónustu ofbeldislausa skemmtistaði þar sem reynt að taka á því sem aflega hefur farið þar bæði fyrir utan staðina varðandi þjálfun dyravarða og svo framvegis og ég á von á því að þríhliða samkomulag milli borgarinnar, lögreglunar og samtaka aðila í ferðaþjónustu getur verið tilbúið á allra næstu vikum. Þannig að við erum með markvissum skrefum að taka á ofbeldi í borginni frá öllum hliðum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Jóna Björg Sætran næsta mælendaskrá. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran, svo öllu sé til haga haldið. Forseti borgarstjórnar og ágæta borgarstjórn. Ég langar til að þakka honum Halldóri Auðari Svanssyni borgarfulltrúa fyrir að minnast hérna á reiðistjórnina áðan. Vegna þess að reiðistjórnin gífurlega mikilvæg og ég vil endilega koma henni og hugrænni atferlismeðferð inn í sem mest af þessum meðferðum og líka bara beint inn í grunnskólana. Vegna þess að í þessu máli sem við erum að tala hér, heimilisofbeldinu, að það fer jú af stað af einhverjum ástæðum, heimilisofbeldið. Það þunglyndi, það fjárhagslegir erfiðleikar, það fer af stað alls konar ferli í huga fólks, það fara af stað alls konar hugsanarskekkjur sem fólk nær ekki að vinna úr. Þetta brýst út í ofsareiði og fólk kann ekki að fara með reiðina sína. Og síðan fer þetta út í þetta andlega og líkamlega ofbeldi sem svo hræðilegt. Og þakka þér fyrir líka að minnast á andlega ofbeldi sem ég var að tala um. Ég ekki svo eina sem hefur verið að vinna með fólki sem hefur liðið fyrir ofbeldi og það fengið konur til mín oftar en einu sinni og oftar en tvisvar því miður sem segja við mig, mikið vildi ég óska þess að hann hefði lamið mig í framan. Þannig að fólk sæi ofbeldi sem ég bý við. Og þetta ekki bara fullorðna konur, þetta ungar stúlkur líka, því miður. Þetta staðreyndin á Íslandi í dag. Varðandi það sem Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi talaði varðandi heimilin og þetta dulda ofbeldi sem því miður virðist eiga sér stað. Ég held, án þess að ég geti vitnað í nákvæmar lagagreinar, að það séu til skýrir verkferlar til þess að tilkynna ofbeldið. En ég hrædd að það vanti oft á tíðum á svona ákveðna vitundarvakningu og ábyrgð hjá mörgu af starfsfólkinu sem vinnur á þessum stöðum, mögulega vegna þessar miklu starfsmannaveltu sem á þessum stöðum, sambýlum og ýmsum svona stofnunum sem við erum með. Þannig að það vantir hreinlega meiri umræðu inn á þessum heimilum það hvernig eigi að vinna þessum málum, því að það virkilega brýnt að þetta sé unnið vel. Takk fyrir. Jóna Björg Sætran borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið.
Það gleymdist að greiða atkvæði fyrsta lið á dagskrá sem var aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum fyrir árin 2015 til 2019. Ég legg til að við göngum til atkvæða það. Skulum fá fólk í salinn. Hér allir komnir og við göngum til atkvæða aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum fyrir árið 2015 til 2019. Þau sem samþykkja áætlunina gefa merki. Hún er samþykkt með 15 greiddum atkvæðum og bókanir eru í vinnslu. Þá förum við í þriðja lið á dagskrá sem